Við skulum þá kíkja á mátaðferð sem reynist mörgum mjög erfið, mát með biskup og riddara. Ég held að margir skákmenn séu bara einfaldlega svolítið hræddir við þetta endtafl og séu jafnvel ekki tilbúinir að leggja það á sig að læra þetta. Aðferðin er í nokkrum liðum og menn þurfa að leggja á sig talsverða vinnu til þess að læra máta, en sú vinna er algjörlega þess virði því að fámennandi upp er auðvitað nauðsynlegt að kunna að máta, en við það að læra að máta með biskup og riddara læra menn dálítið góða tækni í leiðinni sem byggir á því að valda reiti í kringum kóng andstæðingsins og láta mennina vinna vel saman. Biskup og riddari geta unnið mjög vel saman eins og við sjáum í þessu endtafli. Við ætlum að byrja á að kíkja eiginlega á miðhlutan af aðferðinni. Fyrsti hlutin af aðferðinni er auðvitað að reka kónginn út á jaðarborðsins og í þessari stöðu sem við erum með fyrir framan okkur er hvítur nú þegar búinn að því. Við ætlum að koma að fyrsta hlutanum á eftir. Í þessari stöðu hér ætlum við að skoða aðferðina sem að frægust er hérna, sem er að nota riddaran, fara með hann í hálfgert tvöfaldvaf. Og munstur sem að riddaran þarf að fara í til þess að reka kónginn út í horn er að hoppa eftir þessum reitum hér og sjáum að þetta líkist tvöfaldvafi. Þetta er með þess að vera kallað Volkswagen aðferðin, það sem að merki Volkswagen bílaframleiðandans lítur svona út. En plan hvíts er að reka kónginn hjá svörtum út í A8 hornið og það er mjög mikilvægt. Það er bara hægt að máta kónginn á A8 eða H8 sem að með hvítrættabiskup. Það er gott að muna það. Sé biskupinn á svörtum rautum er hægt að máta kónginn í svörtu hornunum. Þannig að hvítur vill reka kónginn á A8 rautin og svartur vill forðast það eins og hann getur. En fyrsti leikur hvíts í þessu stöðu var biskup G8 sem að valdaði reitin á G8 sem er hægra megin við kónginn. Svartur verður þá að fara á E8 og þá fyrir hvítur riddarinn á E5. Plan hvíts er þá að fara með kónginn á E6 og riddarinn á D7 og valda F8 reitin. Hér getur svartur flúið með kónginn á D8 og eftir kóngur E6 kemur kóngur C7 og hér lítur út fyrir að svartur kóngurinn sé á leiðinni á B6 og þar með út á borðið. Og komist að þangað nær hann að tefja hvítan töluvert mikið í mátliðinni og markmið svartur er að ná að leika 50 leikjum og ná hann því er skákinn jafntefli samkvæmt 50 leikja reglunni. Þannig að hvítur þarf að passa sig á að gera þetta eins fljótt og hægt er. Í þessari stöðu á hvítur mjög skemmtilega leið til þess að loka kónginn af og reka hann aftur út á jaðarinn. Og það er nauðsynlegt að þekkja þetta þema. Riddarinn fyrir á D7, hann fylgir alltaf sinni sömu leið og eftir kóngur C6 kemur biskup D3 og þá sjáum við hvað mennirnir vinna vel saman. Hér eru hvítur lokað svarta kónginn algjörlega af. Hann valdar D5 reitin og D6 reitin með kóngnum, C5 og B6 með riddaranum og hvítur reitina með biskupnum. Kóngurinn kemst ekki neitt og verður að hörfa á C7 og þá kemur biskup B5 og aftur sjáum við að reitinir fyrir fram að kónginn eru valdaðir, þannig að hann verður að hörfa. Hann getur annarkvort farið á B7 þar sem hann er orðin mjög nálægt takmarki hvíts að reka hann á A8 reitin og hann getur líka farið á D8. Nú kemur kóngur D6 og kóngur E8 og hér þarf hvítur að bakka með biskupinn á C4 og fara svo aftur með hann á F7 og valda E8 reitin. Ef þið eru mjög glögg þá sjáum við að þetta eru nú verið sama staðan og við byrjuðum með biskup H7. Við erum einungis búin að færa svarta kónginn 2 reiti til hliðar. Nú kemur kóngur C8 hjá svörtum og riddari C5 og þá kóngur D8 og riddari B7 skák og nú er riddarinn búinn að fara þetta tvöfaldavaf munstur sitt eins og við sjáum og hefur endað á B7. Kóngur C8 og kóngur C6, kóngur B8 og kóngur B6 og kóngur C8 og biskup E6 og nú er svarti kóngurinn algjörlega fastur, hann á bara 2 reiti til að vera á og hér er síðasta skref mátaðferðarinnar afskið sem er að stilla hvítumönnunum upp á rétta staði og mér persónulega finnst þægilegast að muna að til þess að máta þurfum við að stilla mönnunum upp hérna öllum í röð og með riddari C5 og kóngur A8 og biskup D7 er hvítur á góður leið með að gera það. Við sjáum að hvítur þarf að passa sig á að leggja ekki riddari A6 strax, þá er svartur patt, en eftir biskup D7 sem er hálfgerður biðleikur verður svartur að leika kóngur B8 og þá kemur riddari A6 skák, kóngur A8 og biskup C6 mátt.
Þannig að þetta er raun og veru helsti hluti mátaðferðarinnar að muna eftir þessu munstri riddarans að fara hérna í þetta tvöfalda vaff og reka þar með kónginn út í rétt horn. Þegar ég lærði að máta með biskup og riddara þá skoðaði ég fyrst kennslumyndband í þessu, mjög sambært þessu myndbandi sem ég er að gera núna. En svo, og það var það mikilvægast að ég læra þetta, fór ég og æfði mig mjög mikið gegn tölvu í þessu. Ég stilti þessari stöðu upp gegn tölvunni og reyndi að tefla eins nákvæmt og hægt var. Tölvan teldi alltaf auðvitað eins vel og hægt var. Ég reyndi að tefla mjög nákvæmt og ég veit ekki hvað ég gerði þetta oft og mörgum sinnum þangað til ég náði þessu alveg fullkomlega. Og eftir það hef ég síðan munað þetta allt saman. Þannig ég mæli með því að ef þið viljið læra þetta vel, skoðið þetta myndband og farið síðan teflið þetta móti tölvu eins oft og hefðið þolinmæði í, alveg þangað til þið náðu þessu fullkomlega. Við förum nú í aðeins erfiðari útgáfu af þessu móti þar sem að hvítur er með mennina sína alla út í horni og svarti kóngurinn er á miðborðinu. Hér tekur nefnilega nokkuð marga leiki fyrir hvítan að máta og það fyrsta sem hann þarf að gera er að virkja mennina sína og reyna að valda einhver reyti í kringum kónginn til þess að ná að reka hann út á jaðarborðsins. Hvítur þarf ekkert að ágjöra að reka kónginn strax út í hvítt horn. Við sjáum að hvítur er með hvítrædda biskup og hann getur bara máta á A8 eða H1. Hann þarf bara að reka kónginn fyrst út á jaðarinn og nota síðan aðferðina sem við vorum að skoða áðan. Þannig hér þarf hvítur að byrja að leika kóngur B2. Kóngurinn er mikilvæg maður í þessari aðferð. Kóngur D3 og riddari C3. Kóngur D4 og kóngur C2. Nú sjáum við að nokkuð margir reytir í kringum kónginn eru valdaðir. Kóngur E3 og riddari D5 skák. Það er eitt sem er aldrei gott að muna þegar maður er að máta með biskup og riddara og það er að ef maður er með hvítrædda biskup þá er aldrei sniðugt að stilla riddarinu líka upp á hvíturreit. Við vitum að ef að riddari er á hvíturreit þá valdar hann bara svartareiti og það er það sem að biskup á hvíturreit getur ekki gert. Þannig að biskup á hvíturreit og riddari á hvíturreit vinna mjög vel saman. Þeir valda sikkvara reitina. Sé riddarinn á svörtum reit þá valdar hann bara hvítareiti og þá er biskupinn og riddarinn eiginlega að gera það sama. Þannig að muniði það. Kóngur D4 og biskup B3 og kóngur E4 og kóngur C3. Hvítur bara fikrar sér nær svarta kóngnum. Kóngur F5 og kóngur D4. Kóngur E6 og riddari E3 skák. Kóngur F6. Eftir kóngur D6 þá getur hvítur leikið biskup D5 sem er gott þema til að muna að stilla biskupnum upp á milli kóngana og valda þar með reitina við hliðina á honum og reka hann þar með aftar. Þannig að kóngur F6 og biskup D5. Nú sjáum við að þessi reitir hér í kringum kónginn eru valdaðir þannig að hann hrekst hérna yfir á kóngsvanginn og svarti kóngurinn vill náttúrulega reyna að komast, ef hann þarf, þá vill hann komast í H8 horni sem er svart horn. Nú kemur kóngur E5 og kóngur G6 og núna biskup E6 og við sjáum þá að allir þessi reitir hér eru valdaðir. Kóngurinn er svolítið skorðaður af. Kóngur G7 og kóngur F5. Nú vill svartur helst ekki fara á F8, hann getur líka farið hérna á H6 og þá kemur riddari G4 skák. Kóngur G7 og riddari E5. Riddarinn fer á E5 til þess að geta komist á F7 reitin eða á G6 reitin sem eru hvítir reitir, samleitir biskupnum og byggja á því að eins og við skoðum áðan að komast í þetta tvöfaldavaff leið og kóngurinn er fastur út á jaðrinum. Nú getur komið kóngur H6 hjá svartum. Ef að svartur fyrir með kónginn sinn á F8 þá fyrir hvítur með kónginn sinn á F6 og eftir kóngur E8 kemur riddari F7 og þá erum við komið sömu stöðu og vorum að skoða í dæminu áðan eftir biskup F5. Biskupinn fer þá á H7 og rekur þá kónginn út í A8 hornið. En eftir riddari E5 getur svartur líka leikið kóngur H6 og þá kemur kóngur F6, kóngur H7, riddari G6 og kóngur H6. Og nú erum við komið nákvæmlega sömu stöðu og vorum að æfa okkur í áðan. Einu munurinn er að staðan snýr svolítið á hlið. Svarti kóngurinn er á H-línunni í staðinn fyrir að vera á 8. reitaröðinni. Það er til ein fræg saga af skákmanni sem var að máta með biskup og riddara og hafði lært að máta eins og við vorum að skoða áðan, þar sem að svarti kóngurinn var á F8 og þegar hann fekk stöðuna upp svona á hlið þá settist hann hinum megin við borðið til að sjá talborðið frá réttu sjónarhorni. Hér er rétti leikurinn fyrir hvítan biskup G8 þar sem að hvítur er að valda reitina hérna fyrir ofan kónginn
til þess að geta rekið hann í áttina að H1 reitnum. Kóngur H5 og þá riddari E5. Og hér er munstrið sem að riddarinn að fara í þetta tvöfalda vaff svona á hlið. Og þetta eru reitina sem að riddarinn þarf að fara á. Kóngur H4 og kóngur F5. Og hér það hvítur að muna eftir aðferðin til þess að loka kónginn inni svo hann komist ekki út á borðið aftur. Munum ef að kóngurinn kemst út á borðið þannig að svartur að tefja hvítan töluvert mikið og gæti nálgast 50 leiki og þar með jafntefli. Hér kemur þess vegna riddari G4 og eftir kóngur F3 biskup C4 og hvítur valdar þess vegna alla þessa reiti hér og svarti kóngurinn kemst ekki út á borðið, verður að snúa við og þá heldur hvítur áfram að valda reiti í kringum kónginn. Sjáum að nú allir þessi reitir hér valdaðir, þess vegna verður svartur að flýja yfir að hálínuna og þá hvítur aftur komin í þessu sömu stöðu og vorum með áðan eftir kóngur H6. Við erum einungis búin að færa kónginn aðeins niðar á borðið. Aftur það hvítur að valda reitina fyrir ofan kónginn svo hann geti ekki snúið við. Biskup F7 er eftir leikurinn og eftir kóngur H3 kemur riddari E3. Munum að lykilreiti riddarans hér er þessi reitir hér, þetta er tvöfalda vaff. Kóngur H4 og riddari G2 skák og eftir kóngur H3 kóngur F3. Allir reitir hér valdaðir og kóngurinn getur bara nálgast H1 hornið, kóngur F2 og kóngur H3 og núna biskup E6 skák. Og nú loksins er kóngurinn fastur inni, riddarinn getur farið hvert sem er og biskupinn heldur kóngnum inni ásamt hvíta kóngnum sem valdar alla reitina hér. Nú þá bara hvítur að stilla mönnunum upp á rétta staði. Þá kemur riddari E3 og eftir kóngur H1 kemur biðleikur hjá hvítum sem að neyðir svartan til þess að fara með kónginn sinna H2 og núna er hvítur að stilla mönnunum sínum öllum upp þremur í röð. Það er aðferðin sem ég nota til að muna þetta. Riddari F1 skák, kóngur H1 og biskup F3 mát. Og þetta er aðferðin við að máta með biskup og riddara. Eins og ég var að segja ykkur, æfið ykkur endilega eins oft og þið getið, sérstaklega á móti tölvu. Hún teflir nákvæmlega í vörninni og þeir eru búin að tefla þetta nokkur sinnum, 10-20 sinnum, þá ættu þið að vera búin að ná þessu mjög vel. Takk fyrir þetta.